Ég heiti Dögg Guðmundsdóttir og ég er klínískur næringarfræðingur og stofnandi Nutriment Reykjavík. Síðustu ár hafa þyngdarstjórnarlyf eins og Wegovy og sykursýkislyfið Ozempic verið mikið í umræðunni, en þau hafa reynst mörgum öflugt verkfæri til að byggja upp heilbrigðari venjur. Lyfin hafa áhrif á hungurtilfinningu, þau hægja á magatæmingu og hjálpa til við að finna fyrr og lengur fyrir settu og ýta þannig undir þyngdartap. En það er gríðarlega mikilvægt að huga vel að mataræðinu samhliða lyfjunum. Það hefur verið sýnt fram á að borða reglulega yfir daginn gefur betri langtíma árangur. Gott er að miða við 3 máltíðir á dag, morgunmat, hádegismat og kvöldmat og svo 2-3 millimál þess á milli og auðvitað taka D-vítamín daglega. Máltíðinar þurfa ekki vera stórar og hér er betra að horfa á gæði umfram magn. Leggja áherslu á næringarík matvæli frá náttúrunnar hendi. Máltíðinar ættu að innihalda góða próteingjafa, til dæmis egg, fisk, kjöt, tofu, hreina mjólkurvörur og baunir, en þyngdartap getur aukið hættu á niðurbroti vöðva, en vöðvamassinn okkar er dýrmætur og hann verndar heilsun okkar og framtíðarlífsgæðin. Auk þess getur skortur á próteini valdið hárlosi. Ef að matalistin er lítil og erfitt að borða, líkt og margir finna fyrir sérstaklega fyrstu dagana eftir að lyfinu er sprautað, er gott að borða lítið í einu og frekar oftar yfir daginn. Að sleppa því að borða getur ýtt enn frekar undir lystaleysið og vanlíðan. Fituríkur og brasaður matur getur hægt enn frekar á magatæmingu og þannig valdi verkjum í meltingavegi og því er gott að takmarka slíkan mat. Mun betra að leggja áherslu á litrík og næringarík matvæli eins og grænmeti og ávexti og svo líka hnetur, fræ, heilkornavörur, baunir og linsur. Þar er einmitt að finna dýrmæta trefjar sem geta hjálpa til við aukaverkanir eins og niðurgang og hæðatræðu. En algengustu aukaverkanir lyfjanna eru vegna hægari hreyfingu á meltingavegi. Aukin trefjaneysla er öflugt vopn gegn hæðatræðu og gott er að auka trefjanar í skrefum, en það er mikilvægt að auka vatnsneyslu samhliða. Hægt er að taka inn hösk ef illa gengur að ná inn trefjum úr mataræðinu. Regluleg hreyfing, til dæmis góða göngutúr, getur hjálpa til við að koma hlutunum á hreyfingu og virkja hæðalosun. Við niðurgangi er mikilvægt að takmarka fituríkan og sterkan mat, auk sætra drykkja líka þeirra sem hafa sætefni, en það er lykilatriði að drekka nóg af vatni yfir daginn. Reglulegur niðurgangur getur valdið tapi á söltum í líkamanum og því getur verið gott að bæta við söltum í vatnið, til dæmis með freyðitöflum. Til að draga úr einkennum eins og bakflæði, ógleði og uppköstum er gott að drekka vatn oft en í litlum skömmtum, borða minni máltíðir, forðast sterkan, feitan og súran mat ásamt súkkulaði og kaffi á meðan einkennin líða hjá. Önnur einkenni eins og þreyta, vanlíðan og höfuðverkur tengjast oft skorti á vökva eða ónægri fæðuintöku og þá er gott að byrja á því að bæta við millimál eða stækka máltíðina lítilega og auka vökvaintöku yfir daginn. En þó ónæg fæðuintaka geti ýtt undir versnun á andlegri líðan er mikilvægt að leita með slík vandamál til heilsugæslunnar fyrr heldur en seinna. Einnig ef þú finnur fyrir slæmum kviðverkjum sem ekki líða hjá. Brisbólga er alvarleg en sjaldgæf aukaverkun. En gleymum því þó ekki að markmiðið er alltaf að líða vel í einskinni og vegferðin verður mun skemmtilegri ef við njótum þess að borða. Hollur matur þarf ekki að vera leiðilegur eða óspennandi.